Og þá höldum við áfram hér á bæjarstjórnarfundi og förum í lið 8 stefnumótandi byggðaáætlun og ég færi varaforseta stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Hilda Anna Gísladóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði að taka smá umræðu stefnumótandi byggðaáætlun og ég geri það kannski ekki síst vegna þess að mér finnst þetta brjálæðislega áhugavert og mikilvægt plagg og ég tel mikilvægt að við séum öll svolítið upplýst í hverju það felst og þá kannski vegna þeirra löngunar minnar til þess að við verðum sýnum meira frumkvæði í því að nýta okkur og horfa til stefnumótandi byggðaáætlana og þeirra aðgerða sem þar eru skilgreind. En stefnumótandi byggðaáætlun var samþykkt sem sagt í síðasta sumar, hún gildi frá 2018 til 2024 og ég ætla að fá að lesa aðeins úr byggðaáætlunum með leyfi forseta. Þar stendur að Ísland verði í fararbroddi með nútíma innviði, framsækna þjónustu, verðmætasköpun, jöfn lífsgæði og öflug sveitarfélög sem geti annað staðbundin verkefni og veitt íbúum hagkvæma og góða þjónustu með markmið sjálfbærar þróunar að leiðarljósi. Nýjasta tækni tengi byggðir og Ísland við heiminn í jafnvægi við umhverfið. Í öllum landshlutum verði blómlegar byggðir og öflugir byggðakjarnar þar sem stuðla verða bættum lífskjörum landsmanna með sem jöfnustu aðgengi að grunnþjónustu og atvinnutækifærum óháð efnahag og búsetu. Grunnþjónusta verði veitt íbúum sem mest í nær samfélagi. Á höfuðborgarsvæðinu verði miðstöð opinberrar stjórnsýslu og miðlæra þjónustu sem allir landsmenn hafa gott aðgengi að. Byggðamál verði samþætt við aðra málaflokka eftir því sem við á. Í allri stefnu, mörkun og áætlanagerð hins opinbera verði áhrif á þróun einstakra byggða og búsetu skoðuð og metin. Helstu viðfangsefni byggðaáætlunar verða að takast á við fækkun íbúa á einstökum svæðum, einhæft atvinnulíf, tæknibreytingar og þróun og aðlögun varðar einstakar atvinnugreinar, að skilgreina nauðsynlegar mótvægisaðgerðir og aðlögun vegna áhrifa loftslagsbreytinga, að tryggja greiðar samgöngur og aðgengi að þjónustu og bregðast við harðnandi alþjóðlegri samkeppni fólk og fyrirtæki. Lögð verði sérstök áhersla á svæði sem standa höllum fæti í þessu samhengi. Í þessum stuttatexta megum við sjá í rauninni mjög metnaðarfull leiðarljós. Leiðarljós sem við erum ofta að kalla eftir hér í bæjarstjórn Akureyrar og tala nú ekki í fleiri sveitarfélögum á landsvísu. Það því ákaflega ánægjulegt finnst mér að ríkisvaldi hafi sett fram þessa stefnumarkandi byggðaáætlun og hún skiptir henni þessari áætlun sem í 3 flokka, flokk A, B og C. Flokkarnir eru sem sagt A-flokkarnir sem eru þá A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og svo framvegis miða því að jafna aðgengi að þjónustu. Flokkar sem skilgreindir eru með B, þá B, 1, 2, 3, 4 eru hugsaðir til þess að jafna tækifæri til atvinnu og flokkar C til að stuðla sjálfbæri þróun byggða land allt. Undir öllum þessum liðum eru síðan skilgreind fjölmörg markmið og það talað líka samþættingu við aðra stefnur og áætlanir og ályktanir Alþingis og með leyfi forseta þá ályktar Alþingi að náið samráð milli ráðuneyta, stofnana ríkis, sveitarfélaga, atvinnulífs og borgarsamfélaga sem mikilvægt við framkvæmd byggðastefnu. En meðal þeirra aðgerða sem horft til í því sambandi eru ýmis verkefni, til dæmis að virkt samráð sé við samband íslenskra sveitarfélaga og landshlutasamtök sveitarfélaga. Aðgerðaáætlunar kafli stefnumótandi byggðaáætlunar síðan líklega áhugaverðasti kaflinn eins og í öllum stefnum. En þar eru verkefnismarkmiðin skilgreind, ábyrgðin, framkvæmdaraðili, nefnd dæmi samstarfsaðila, tímabil og það sem auðvitað mikilvægast til að fjármagni. En það sem ég vil vekja athygli á að ábyrgðaraðilar tiltekinna aðgerða þátta eru iðulega ráðuneyti en þó ekki alltaf sama ráðuneytið. Þetta eru nokkur ráðuneyti sem bera ábyrgð á einstökum liðum. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kemur að mörgum þeirra og hefur það ráðuneyti lagt áherslu á að hvert eitt verkefni sé í rauninu auglýst og það sé samkeppni til þess að ná þeim verkefnum. En það ekkert alveg víst og ég hef ekki fengið skýrsvör að það á ekkert endilega við öll verkefnin í stefnunni né endilega öll ráðuneyti.
Framkvæmdaraðili og dæmi samstarfsaðilar eru oft aðilar sem að tengjast okkur og sveitarstjórnarstiginu beint eða óbeint, en við berum að minnsta kosti ábyrgð á. En þar má til dæmis nefna landshlutasamtök, markastofur landshlutana, atvinnuráðgjöf landshlutana, byggðastofnun, samband íslenskra sveitarfélaga og sveitarfélögin sjálf. Mér langar til þess að útskýra aðeins betur það sem er í þessu öllu saman, er að taka eitt dæmi úr hverjum þessara flokka, A, B og C. Ef við tökum bara dæmi verkefni úr þessum A-flokki, þar segja jafna aðgengi að þjónustu, þá er verkefni sem kallast A4, gengur undir heitinu þverfagleg landsluta teymi. En verkefnismarkmiðið er að styrkja og auka heildstæða þjónustu á sviði félags-, heilbrigðis- og menntamála. Ráðist verði í tilraunaverkefni sem miða að því að koma á fót þverfaglegum landshlutateymum sem sinni samhæfingu, ráðgjöf, gæðamálum og fleira á sviði félags-, heilbrigðis- og menntamála. Gæti verið að ræða miðstöðvar sem verða hluti af heildstæðri þjónustukeðju sveitarfélaga og ríkis á umræddu sviði. Þar gæti til dæmis byggst upp kunnátta til að veita starfsfólki sveitarfélaga og foreldrum sérhæfða stað og fjárbundna ráðgjöf sem miði meðal annars að því að fyrr megi beita snemmtæku og fyrirbyggjandi inngripi. Þá verður hægt að vinna verkefnum sem taka mið að því að styðja notendur í dreifðum byggðum til sjálfshjálpar þar sem ekki er auðveldur aðgangur og sérfræðingum. Þetta verður gert með þróun nýrra tæknilausna sem gerir þeim mögulegt að eiga samskipti við starfsmenn félagsþjónustu og sviði barnaverndar og þjónustu við fatlað fólk og aldraða auk innflytjenda. Stefnt verði að því að koma á fót að minnsta kosti 2 landslutateymum á þessum forsendum. Síðan er ábyrgðin skilgreind og það er samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, velferðarráðuneytið og mennta- og menningarmálaráðuneytið. Framkvæmdaraðilar eru reyndar bara tilgreindir ýmsir, en dæmi samstarfsaðila eru stofnanir á sviði félags-, heilbrigðis- og menntamála, sveitarfélög, landslutasamtök sveitarfélaga og samtök íslenskra sveitarfélaga. Þetta er bara aðeins eitt markmið af, ég man ekki hversu mörgum, örugglega 20 eða eitthvað, í þessari stefnumótandi byggðaáætlun og tillaga fjármagn í þetta verkefni eru 60 milljónir króna úr byggðaáætlun. Mér langar að taka líka dæmi mál sem við höfum rætt margoft á þessum vettvangi og það er í B-flokki sem fjallar atvinnu, að jafna tækifæri til atvinnu og þar er skilgreint í B7 verkefnið störf án staðsetninga. Verkefnismarkmiðið er að 10% allra auglýstra starfa í ráðuneytum og stofnunum verði án staðsetningar árið 2024 þannig að búseta hafi ekki áhrif við val á starfsfólki í ráðuneytum. Ráðuneyti og stofnanir skilgreinir störf sem getur verið án sérstakra staðsetningar þannig að búseta hafi ekki áhrif við val á starfsfólki. Þegar slíkt starf er auglýst skal vakin athygli á því að starf án staðsetninga sé að ræða. Verði starfsmaður ráðinn sem býr utan daglegra vinnusóknar frá viðkomandi ráðuneyti eða stofnun leiti vinnuveitandi við að finna viðunandi starfsaðstöðu nærri heimili. Fyrir árslok 2019 skal hvert ráðuneyti hafa skilgreint hvaða störf verður hægt að vinna utan ráðuneytis. Fyrir árslok 2021 skulu 5% auglýstra starfa vera án staðsetningar og í árslok 2024 skulu 10% auglýstra starfa vera án staðsetningar. Árangur af verkefninu verður mældur í fjöldi starfa í einstökum ráðuneytum og stofnunum sem unnin eru utan veggja þeirra borið saman við 1. janúar árið 2018. Ábyrgðin er skilgreind hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu, framkvæmdaraðili eru ráðuneyti og stofnanir og dæmi samstarfsaðila byggðastofnun, sveitarfélög og stofnanir á landsbyggðinni. Tímabili skilgreint 2018 til 2024 en leitað er til að fjármögnun er bara skilgreint fjármála- og efnahagsráðuneytið, hvað sem að þýddi eftir þá síðan í hug. Mér langaði líka því ég sitt nú í stjórn Akurárstofu að nefna hérna eitt markmið sem er í C-flokki sem er að stuðla sjálfbærri þróun byggða allt land og þar er í C14 heitið samstarf safna og ábyrgðasöfn. Verkefnismarkmiðið er að efla safnastarf í landshlutum. Landshlutasamtök sveitarfélaga verði falið að gera fýsileika könnun aukið samstarf eða sameiningu safna á sínu svæði í samstarfi og samráði við höfuð safn og viðurkennt safn með vísan í 13. grein safnalaga nr. 141/2011 auk safnaráðs. Árangur af verkefnu verði mældur í fjölda starfa sem hefja samstarf eða sameinast. Ábyrgð mennta- og menningarmálaráðuneytið, framkvæmdaraðili landslutasamtök sveitarfélaga, dæmi samstarfsaðila, safnaráð, þjóðminjasafn Íslands, listasafn Íslands og náttúruminjasafn og tímabilið er skilgreint 2018 til 2022 til að fjármögnun 22,5 milljónir byggðaáætlun. Ástæða fyrir því að ég er að ljá máls á þessari stefnumótandi byggðaáætlun hér á bæjarstjórninni, bæjarstjórnarfundi,
ég tel að það sé rosalega mikilvægt að við sem sveitafélag sem tökum stefnumótandi ákvarðanir fyrir hönd okkar íbúa leggjum áherslu á það fyrir hönd Akureyrarbæjar hvað við viljum gera. Hvernig eru verkferlar okkar sem sveitafélags og hvernig eru verkferlar okkar stoðstofnana að virka. Sem stjórnarformaður stjórnar Akureyrarstofu þá fer ég meðal annars með atvinnumál og ég ætla að taka upp umræðu áætlunina, þar að segja stefnumótandi byggðaáætlun á stjórnarfundi stjórnar Akureyrarstofu og þar að auki óska eftir því að verkefnastjóri brottæktra byggða sem staðsettur hjá Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar komin á fundin og við ræðum áætlunina og þá kannski ekki síst þar sem snýra okkar brottæktu byggðum sem eru þá Hrísey og Grímsey. Þá hef ég einnig skipulagt fundi með sviðsstjóra Akureyrarstofu, bæjarstjóra, formanni bæjarráðs, forseti bæjarstjórnar, fulltrúa Atvinnuþróunarfélagsins og fulltrúa Eyþings til að ræða með hvað hætti við getum sýnt frumkvæði hérna á svæðinu í því að nýta stefnumótandi byggðaáætlun með markvissari hætti. Við þurfum líka að ræða samstarfsvettvanga okkar, bæði samstarfsvettvanga hvað varðar atvinnulífið og ríkisstofnana og þá alls ekki síst samstarf og samráðsvettvang við Sjúkrahúsið á Akureyri, Heilsugæslustöðina HSN og Háskólann á Akureyri. Sem formaður stjórnar Eyþings þá sýnir þessi stefnumótandi byggðaáætlun mér líka fram á mikilvægi þess að samstarf á svæðinu séu aukið til muna enda geta landshlutasamtök og atvinnuþróunarfélög gegnt lykilhlutverki í vinnu með stoðstofnunum og ríkisstofnunum. Eyþingssvæðið eini landshlutinn þar sem formlegt samstarf ekki á milli landshluta í landslutunum, ekki milli landshlutasamtaka og atvinnuþróunarfélaga. Í sumum landshlutum einnig samstarf við símenntunarmiðstöðvar og markastofur landslutana, auk þess sem áhersla er lögð á samvinna við stoðstofnanir. Ekkert af þessu breytir þó því grundvallaratriði að stefnan mótuð frá okkur sem erum kjörnir fulltrúar. Hvað í þessari stefnumótandi byggðaáætlun sem að ríkið hefur sett fram viljum við sækjast eftir? Ég tel að við eigum ekki að sitja bara og bíða eftir því að kannski mögulega eitthvað verði auglýst og þá förum við svona að reakta á auglýsinguna heldur að vera undirbúin, ákveða. Þetta var sett á laggirnar í fyrra. Hvað af þessu viljum við virkilega leggja áherslu á? Hvernig ætlum við að búa til samstarfið? Hver á að gera það? Á ég að gera það? Og ég hef svona ákveðnar áhyggjur af því að þetta sé ekki alveg skýrt og þetta vekur mig virkilega til umhugsunar mikilvægi þess að við eflum okkar stoðstofnanir en líka okkur sjálf því það eru við kjörnu fulltrúarnir sem tökum ákvarðanirnar. Það ekki einhver annar. Það ekki einhver annar þarna úti sem bara gerir það. Ef að við viljum ná þessum árangri þá tel ég að við verðum að vinna betur saman innan bæjarmarka Akureyrarbæjar, bæði innan á sveitarstjórnarstiginu við ríkisstofnanir eins og ég nefndi Sjúkrahúsið, Heilsugæsluna og Háskólann sem gegna lykilhlutverki og við atvinnulífið og í samstarfi við nágranna sveitarfélögin okkar. Ég held að við verðum að bretta upp ermað. Ríkið búið að lýsa því hvað þeir vilja gera, hver ber ábyrgð á því, hvað þeir eru til í að setja peningum í því, hafa skýrt framkvæmdaraðila og boltinn, hann hjá okkur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórnfundarins. Já. Jú, ég skal anda. Þá það komið. Orðið laust. Þetta var þrjumur ræða, það hlýtur einhver að þurfa að segja eitthvað. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir biður orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúi Hildi Jönu fyrir að taka þetta mál á dagskrá og líka ekki bara fyrir að taka þetta mál á dagskrá, heldur líka hún búin að vera ofboðslega dugleg í að í rauninni markaðssetja þessa byggðaáætlun og það fjármagn sem í henni fyrir okkur hér á svæðinu til þess að sækja þarna fjármagn. Og mér finnst bara eiga þakklæti skilið fyrir það. Við höfum náttúrulega áður, þar sem við sem sátum hér áður í bæjarstjórn fyrir þetta kjörtímabil, tókum þessa byggðaáætlun til umræðu á sínum tíma og mér finnst þetta mjög gott plagg og góð byggðaáætlun og hrósaði á sínum tíma
ríkisstjórn fyrir að gera þetta og líka að setja fjármagn í verkið. Ég mjög ánægð með það og það margt sem kemur fram í þessari byggðaáætlun sem að við höfum talað fyrir og kemur okkur að góðum notum. Þannig að maður á að hrósa fyrir það sem vel gert. En það eru þarna metnaðarfull markmið og jafna aðgengi að þjónustu, jafna tækifæri til atvinnu, stuðla sjálfbærri þróun byggðar allt land og eins og Hilda Jana bæjarfulltrúi kom inn á, mörg markmið og margar vörður til þess að koma þessu í verk. En það voru bara nokkur atriði sem að mér langaði að koma inn á og kannski byrja á því að taka stóramálið eða eitt af stórumálunum sem er flugvöllurinn. En í byggðaáætluninni talað að það þurfi annað flughlið inn í landið og verkefnismarkmið að ferðamenn dreifist betur landið og við höfum nú margoft talað fyrir þessu hér í bæjarstjórn og í kjölfar þessa markmiðs var settur á svokallaður flugþróunarsjóður sem ennþá við lýði í dag og á að leiða til uppbyggingu nýrra flugleiða til Íslands í gegnum Akureyrarflugvöll og Egilsstaðaflugvöll. Í dag erum við ekki komið reglulegt millilandaflug en við erum sem betur fyrir að sjá flug erlendis frá í auknum mæli hér á svæðinu. En það sem kannski að því að svo þegar ég horfi í annan lið sem heitir jöfnun á aðstöðumun á millilandaflugvöllum. Þá kemur þar verkefnismarkmið að jafna aðstöðumun til þjónustu á millilandaflugvöllum landsins, skipaður verði starfshópur til þess að vinna tillögu verðjöfnun á flugvélaeldsneyti á millilandaflugvöllum landsins. Mér sagt af þeim sem þekkja betur til en ég að þessi flugþróunarsjóður sé í rauninni bara í dag að ganga upp í að jafna þetta eldsneytisverð sem var í rauninni ekki hugsunin í upphafi. Þannig að ég kalla eftir því og ég hvet okkur til þess að ýta á eftir því að þetta verði klárað, að þessi vinna að tillögum í verðjöfnun á flugvélaeldsneyti verði klárað því það var áætlað að því yrði lokið í árslok 2018 því að við þurfum á því að halda auk flugþróunarsjóðsins ef við ætlum að koma á reglulegu millilandaflugi hérna. Þannig að ég vildi vekja máls á þessu. Hilda Jana, bæjarfulltrúi, þú komst inn á störf án staðsetningar. Ég hefði viljað sjá háleitari markmið þarna, 10% finnst mér ekki nægilegt en einhvers staðar þurfum að byrja. En það var einhver hér daginn sem benti líka á það að við ættum kannski líka að vera fyrirmynd í þessum efnum, Akureyrarbær og auglýsa fleiri störf hjá okkur sem störf án staðsetningar og við erum nú þegar með 1 starf í Hrísey og þau mættu bara vera fleiri og ég man ekki hver nefndi þetta við mig en mér fannst þetta eitthvað þegar við erum að benda á aðra þá þurfum við líka að standa okkur. Síðan það almenningssamgöngurnar, það náttúrulega verkefni í gangi hjá ríkinu og gríðarlega mikilvægt að það verði klárað sem fyrst og eins með flug sem almenningssamgöngur og við ræddum nú skýrslu sem að Njáll Trausti var í forystu fyrir hér daginn sem kemur inn á þann þátt og ég held að það verði gríðarlega mikilvægt fyrir okkur ef að hér verður farin hins skorska leið að við fáum niðurgreiðslu á flugi. En svo langaði mér nefna eitt dæmi sem jákvætt af því það einn af þessum þáttum A9 ef maður fer í verkefnin þarna þá var það verslun í strjábýli, verkefnismarkmið að styðja verslun í strjábýli og ég veit að við höfum nú þegar sótt styrk fyrir verslunni í Hrísey sem var veittur styrkur og skipti bara gríðarlega máli og að mér sagt að annars hefði verslunni verið lokað. Þannig að en ég tek undir með bæjarfulltrúi Hildu Jönu, við eigum að vera á undan, við eigum að setjast niður núna og setja okkur markvissa áætlun í hvaða verkefnum viljum við fara og sækja þetta fjármagn sem fylgir þessum verkefnum. En bara aftur takk Hilda Jana fyrir að taka þetta dagskrá og vekja okkur. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust.
Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gat nú ekki hjá líðast að koma fyrst að bæjarfulltrúi Hilda Jana var með svona skurðulega ræðu hér í upphafi. Mér langar bara til að hrósa henni fyrir þessa ræðu og líka bara hvernig hún hefur staðið þessum málum hjá okkur. Hún hefur verið að vekja, eins og bæjarfulltrúi Eva kom inn á, verið að vekja okkur til umhugsunar og vekja okkur bara af blundi hvað við getum gert í þessum málum snúið að byggðaáætlun. Og hún er sýnt það bæði hér í bæjarstjórn og líka á vettvangi Eyþings að hún er ákveðin í því að reyna að koma okkur áfram í þessum málum og við þurfum bara að vera svolítið vakandi fyrir þessu. Við tókum þetta hérna til umræðu eins og bæjarfulltrúi Eva kom inn á drögin að byggðaáætluninni í apríl 2018 og lýstum við ánægja okkur þar með það, komum við að vísu með athugasemdir sem að virðast nú ekki hafa komist inn í byggðaáætlunina. Við vorum með, töluðum þar ferjuleiðir, ef ég man rétt og ég man ekki að það var eitthvað 2 atriði sem við bentum á. En hins vegar, tæknimenntun, tæknimenntun. Það held ég hef ekki komist inn í byggðaáætlunina en hins vegar þarna fullt af tækifæri fyrir okkur og bæjarfulltrúi Eva kom inn á það að verslunin í Hrísey var núna búin að fá styrk og þarna er búin að fá styrk til næstu 2 ára en líka fekk verslunin í Grímsey þannig að við höfum verið að fá þarna fyrir báðar eyjarnar okkar sem er mjög mikilvægt. En það er líka bara, ég held að sé bara tækifæri fyrir okkur og það er akkurat það sem að bæjarfulltrúi Hilda hefur verið að benda á. Það eru tækifæri fyrir okkur og hún er búin að boða til fundar með okkur núna í vikunni næstu. Það sem við ætlum aðeins að fara yfir hvaða tækifæri og hvernig við getum séð þessa vinnu eiga sér stað á milli bæjarins og stoðstofnanna þannig að við séum vakandi við þeim tækifæri sem að byggðaáætlun býður upp á. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil taka undir þakkir til bæjarfulltrúa Hildu Jönu fyrir hennar framgöngu í þessu máli. Full ástæða til þess. Við erum gjarnan að ræða hin ýmsu mál hérna sem að skipta okkur miklu máli en við kannski gerum síðan minna með að vinna þessi mál áfram. Það er nú bara þannig. Þegar það er reynsla mín undanfarin ár. Það vantar kannski þessi seglu og þrautseigu sem við ræddum áðan og við þurfum að hafa í svona málum. Það eru svo gríðarlega mörg mál hérna sem að skipta okkur máli en það er líka rétt sem að bæjarfulltrúi Eva Hrund kom hérna inn á áðan og við þurfum að sýna gott fordæmi. Við getum til dæmis athuga hvort við getum ekki verið með störf án staðsetningar fyrir miðaldra barnlaust fólk sem að getur búið í Grímsey sem dæmi. Við höfum haft nýtt það eða þá að, og ég er nú kannski að pína að grínast en það er fúlast alvara samt í þess að því leytinu til að við þurfum líka að stíga fram þegar við erum með svona hverfi í okkar byggð eða okkar sveitafélagi sem berjast í bökkum vegna fólksfækkunar að við þurfum þá að stíga dálítil ákveðin skref í því að styðja við þessi sveitafélag eða þessi hverfi, við skulum kalla þetta hverfi og hérna með það í huga að styrkja byggðina. Við erum náttúrulega haldið úti mönnun í skólunum langt umfram það sem að kannski eðlilegt getur talist miðað við fjölda barna og það er bara gert til þess að við erum ekki að stíga einhver skref í því að fækka störfum í þessum hverfum sem er bara mjög mikilvægt. En svo kemur að við þurfum að stíga skrefi sem að kannski enginn vildi stíga. En málið er nefnilega það að landsbyggðin á og landsbyggðirnar eiga mörguleyti undir högg að sækja og því ég var nú að vitna í þessa skýrslu áðan 4. iðnbyltinguna þá kemur þar til dæmis fram að það er gert ráð fyrir því að störfum á landsbyggðinu munu fækka meira heldur en á höfuðborgarsvæðinu sem dæmi vegna þess að þar eru bara meira en framleiðslu störf. Og við erum að sjá svona þróun til dæmis í sjávarútvegi þar sem við erum að sjá að störfum í fiskveiðum er að fækka vegna breytinga þar. Og við erum ekki að sjá aukningu endilega og fjölgun í störfum í fiskiðnaði eða
úrvinnslu fisks í landi vegna þess að það bara sjálfvirkni líka stóraukast. Þessi störf að flytjast hugsanlega einhverju marki suður núna þá inn í fyrirtæki sem að framleiða þessi tæki sem að standa undir sjálfvirkni. Og þá spurningin þessi ætlum við þá að sitja hjá eða getum við gert eitthvað til að halda einhverjum af þessu störfum eða skapa tækifæri fyrir svona framleiðslu út á landi. Og þá rekust við fljótlega vekk hér og það rafmagns skortur. Vegna þess að við fáum ekki rafmagnina svæði sem dugir til að halda út í svona verksmiðju framleiðslu. Og þar stendur hnífur í kúnni þó að sé að einhverju leyti að svona leysast úr því að hluta. En þetta eru atriði til dæmis sem við bara verðum einhverju móti að halda stöðugt lifandi og í gangi. Og bara gríðarlega mikilvægt að halda þessu vakandi fyrir Landsneti. Og ég ætla ekki að hafa mörg orð flugvöllin, það náttúrulega alveg bara grundvallar atriði fyrir okkur að fá þennan flugvöll í virkni sem annað hliðin í landið. Mér fannst nú ferðamálaráðherra hyggsta aðeins á því hérna í ræðu á þinginu daginn, þar sem var verið að ræða með annars fækkun ferðamanna í Keflavík. En við hljótum að horfa á þetta sem tækifæri þá til að ná til okkur öðrum ferðamönnum heldur en vilja til að koma til Keflavíkur og Suðurlandið. Við hljótum að gera það. En þá þurfum við flugstöð, númer 1. Og við þurfum flughlað við flugstöðina. Síðan getum við tekið þetta flughlað þetta öryggisflughlað fyrir millilandaflugið. En það ekki mál sem snertir okkur beint hér eða skiptir öllu máli. Og við bara verðum að fara að ná þessu í gegn. Bara grundvallar atriði. Og ég held að þetta einmitt að taka þessu áætlun hérna, þessum að ríkisstjórnin raun búin að leggja fram ákveðna áætlun, tína útrunum þau verkefni sem við teljum mikilvægust og keyra á þau saman. Saminu stöndum við, sundruð föllum við. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem enginn hefur hvatt sér hljóðs þá segjum við þessu dagskrárlið lokið.